Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og sviðstjóri mannúðs- og umbótasviðs sem hér eru stödd í fundarsal bæjarskrifstofunnar Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 399. fundar bæjarskrifstofunnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Á dagskrá í dag eru eftirfarandi mál, það er bæjar 898, 899, tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu, engir hefur því andmælum og ég mun fara svo sérstaklega við beiðnum að lyfta upp lið þar á eftir. Ég er búin að kynna dagskrá. Skipunar- og framkvæmdarréttur númer 35, hafnarstjórn númer 327, fjölskylduréttur númer 34 og 35, sömuleiðis tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu. Síðan eru hér tvær fundargerðir ungmennaráðs, ungmennaráð númer 20 og 21 og öldungaráð númer 16 og 17. Sömuleiðis tekna saman þessar til umræðu atkvæðagreiðslu, engir hefur því andmælum. Og síðan eru komin liðin almenn mál. Þar er fyrst liður grenndaráhrif Skorrastaði 3E, það er byggingarlegi búðarið 25, breytt notkun og síðan eru hér eins og hefðbundi er á síðasta fundi bæjarstjórnar fyrir sumarleyfi kosið í einsásnefndir, einsásembætti og nefndir, það er sem kosning forseta bæjarstjórnar til næsta árs, kosning fyrst og annars varaforseta bæjarstjórnar til eins árs, kosning bæjarráðs til næsta árs. Og síðan er hér svo tillaga sumarleyfi bæjarstjórnar og sem er lögð hér fram að eftir. Ein breyting svo áður var farið hér yfir er svo að leggja fram tillögu sumarleyfi bæjarstjórnar þá erum við að tímasetja fyrsta bæjarstjórnarfund í ágúst og þar verður lögð fram fundaáætlun svo bæjarstjórnar fram á áramótum á þeim fundi þegar við erum búin að stilla það af gagnvart fjárhagsáætlana gerð. En það er borist beiðnum það og Stefán Þór Eysteinssyni, bæjarfulltrúa Fjarðalistans, að liður 5 í fundargerð 898, bæjarráðsfundargerð 898, tillaga stuðningu hjálparstarf á Gaza verði lyft upp, svo kallað, eða tekin sérstaklega til umræðu og atkvæðagreiðslu. Og bæjarfulltrúa rétt að því óskar því að tillögu séu gerðar með þessum hætti, eða liðið séu tekið með þessum hætti. Þannig að hann verður tekin til umræðu og atkvæðagreiðslu að lokinni umfjöllun bæjarráðsfundargerðir að öðru leyti. Þannig að þá göngum við til dagskrár og fyrsta dagskrár svo það segir bæjarráðsfundargerð 898 og 899 undanskildun lið 5 í 898 orðið er laust. Einhver kveða sér hljóðs, Ragnar Sigurðsson við beðum orðið, gerðu svo Ragnar. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar, það fara hér yfir fundargerðir bæjarráðs númer 898 og 899. Það er svona aðeins farið að bera á því í fundargerðunum að það sumarfríin eru farin að tikka inn og fjöldi minnisblaða og mála sem að koma þá inn í nefndarkerfið bera þessu auðvitað merki og enda erum við að sigla inn í sumarfrí hjá bæjarstjórn eftir þennan fund. En ég ætlaði nú að vinda mig bara beint í fundargerð númer 899 þar sem að það mörg sömu málin sem að framhalda á þeim málum sem að voru í fundargerð 898 og það kannski fyrst að nefna ofanflóðavarnir í Nes- og Bakkagili. Þar vorum við að fá fulltrúa frá verkfræðistofunni og ofanflóðasjóð til þess að fara yfir í rauninu uppfærslu á ofanflóðamannvirkjunum fyrir ofan Nes- og Bakkagil og þá verið að fara yfir þá endurskoðun á hönnun þeirra mannvirkja sem þar eru og viðbót á keiluröðum og bæjar á samþýtti þessar útfærslur og þetta var mjög góð kynning og rauninni bara verið að svona kortleggja út frá gögnum hvernig við verjum byggðina sem best og þarna í rauninni verið þá bara bæta ofan á það sem að fyrir er. Nú í lið 2.2 þar tókum við fyrir húsnæðisáætlun Fjarðabyggðar. Þar voru að fara aðeins yfir stöðu húsnæðismarkaðarins hérna hjá okkur og þá að fara yfir hvað við gætum hugsa okkur að fara með til umsóknar stofnframlög og erum þá jafnvel að skoða það að fara að horfa til næstu ára
en við erum sem sagt byrjuð í undirbúningi að umsókn stofnframlög í haust og þá ræðst það þar hvað við værum að horfa á í stofnframlög fyrir næsta ár og einnig kannski ef að Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun tilbúin í slíkt samtal að móta einhverja stefnu til næstu ára sem að getur auðvitað alltaf breyst út frá stöðu húsnæðismarkaðarins hverju sinni og forsendum í einstaka byggðarlögum, en ég held að það væri öllum aðilum til bóta að sjá svolítið fram í tíman í þessu og mynda sér allavega einhverja stefnu að öllu óbreyttu. Nú svo fórum við yfir gott að eldast í lið 2-3, áttum þar fund með fulltrúum HSA og erum þar að vinna með heilbrigðisstofnuninni og fjölskyldusviðinu hjá okkur að útfærslu viljayfirlýsingar og þá samstarfs sem þá ekki bara fólkin í, eða sem annars vegar þetta samningurinn gott að eldast og svo viljayfirlýsingu uppbyggingu á öldrunarmálum í rauninni, húsnæðismálum í öldrunarmálum og þá erum við að horfa á uppbyggingu hjúkrunarrýma. Það er engin hjúkrunarrými á áætlun til uppbyggingar hér í Fjarðabyggð og mikilvægt að við vinnum saman að því að móta einhverja slíka stefnu og þá erum við að horfa á það hvar best væri að fjölga hjúkrunarrýmum, hvort sem við byggjum þá við núverandi hjúkrunarheimili eða útfærum aðra þjónustu með þeim hætti. Og svo erum við búin að fá úthlutað frá ríkinu fjölgun á dagvistunarúrræðum sem væri þá gagnlegt að tvinna saman við þetta og eiginlega nauðsynlegt. Og það styður þá við í rauninni þessa þjónustu, heimaþjónustuna, heimahjúkrun og öldrunarstofnun og það er einmitt það sem að gott að eldast snýst um. Takk fyrir Ragnar. Já, fleiri kveðs til hljóðs og þekir bæra. Stefán Þór Eysteinsson að beða orðið. Forseti, bæjarstjóri, kjörnir fulltrúar og starfsmenn. Aðeins að fá kveð með hljóðs undir fundargerð bæjarráðs númer 899 og aðeins að koma inn á húsnæðisáætlunina, liði 2.2. Þarna kemur þetta þessi frétt svo sem það sem þeir, eða HMS fer yfir húsnæðisáætlunina sem við samþykktum núna síðast og svona ítrekka það að það þurfa að halda áfram og bæti í þessu uppbyggingu sem hefur verið og svo sem eins og kemur vel fram í fréttinni þá hefur við verið duglega að byggja hér síðustu ár en þurfum klárlega að bæti í, þannig að þetta er bara mjög svona jákvætt skref að við sem horfa á þetta svona til lengri tíma með þessi mótframlög og hvernig við getum haldið áfram að styðja við þessa uppbyggingu hér í sveitarfélaginu. Ég held að það sé mikilvægt að við gerum það. Það er auðvitað til svona, það eru margir vinklar á þessu sem þarf að líta til. Eitt af því auðvitað sem við breyttum núna í upphafi árs var að við í raun og veru lækkuðum afsláttinn sem við veittum á gatnagerðargjöldunum. Það er möguleika sem það kannski að endurskoða ef við erum að sjá það að það sé að hægja á uppbyggingunni hérna hjá okkur, en það er svona það þarf að líta til margra þátta auðvitað í þessu, en ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við gerum það og þarna er nú verið bara komin þessi viðvörun og við þurfum auðvitað að líta til hennar og halda áfram að gera það sem við getum gert til að halda þessari uppbyggingu áfram. Mér var ekki nóg meira í bili. Takk fyrir Stefán. Orðið laust fundargerð bæjarráðs. Ég ætla að fá að beða mér aðeins hljóðs, koma hérna inn á, svo skal ekki á svo oft verða svipuðum slóðum, en þó aðeins, kannski bara til útskýringar, af því að í fyrri fundargerð bæjarráðs 1898 var komin erindi vegna flugvallar á Breiðdalsvík og eins og við þekkja þá náttúrulega var flugvöllur þar eins og mjög víða á fjörðunum. Þessir lendingarstaðir voru margir hverjir aflagðir úr kerfi Isavia fyrir svona þó nokkrum tíma og í dag er náttúrulega bara einn flugvöllur í Fjarðabyggð sem er Norðfjarðarflugvöllur í tengslum, ekki síst tengslum við sjúkraflug en náttúrulega almenn líka, en þarna er bara mikill áhugi að vera með lendingarstað áfram. Það eru lendingarstaðir með víð land sem menn nýta í einkaflugi og annað slíkt
og þannig að í þessu erindi hafði Elisabethur sem það ritar og sendi inn verið búin í samskipti við Isavia sem taldi það enga meinbug á því að halda slíku áfram og við erum bara svona að reyna að íta því áfram. Ég held að sé bara kostur að við séum með slíka staði sem víðast þó að þeir verði ekki allir með sömu þjónustu eða ekki með þjónustu sem slíkri, heldur að séu þá möguleika til þess að lenda hvað sem mennur þar í bara einkaflugi erindum eða þurfa að grípa til þeirra þegar þarf að halda í tengsluðu sjúkraflug og fleira þegar aðstæða bjóða upp á slíkt. Aðeins sambandi við þetta húsnæðisáætlun og þetta svo við komum fram hér þá erum við náttúrulega núna töluverður fjöldi íbúa 52 í byggingu í Fjarðabyggð og er mikilvægt að við höldum á þeirri vegferð. Við erum líka eins og kom fram í bókuna við höfum verið í þéttu samstarfi annars vegar í Brák sem við erum aðilar að húsnæðis sjálfseignarstofnun sem við erum aðilar á samt 30 öðrum sveitarfélögum að sækja þar aftur núna með í haustúthlutun stofnframlög. Eru núna með verkefni sem þar eru í uppbyggingu bæði Eskifirði og Norðfirði sem munu klárast á þessu ári og munu sækjum svo aftur þar inn. Síðan náttúrulega höfum við hluthafar í Bríet sem er leigufélag hins opinbera og svona, við erum 5 sveitarfélög sem eru þar inni nú komin og fleiri að fara inn. Þannig að þarna er ýmsir möguleikar sem við þurfum að halda að vinna með og að glæða þennan marka áfram lífi, en það er líka mjög mikilvægt að hann þetta líka, það sé jöfn og góð sala fyrir þá sem eru að svo fjárfesta sem eru að reisa húsnæði til sölu. Aðeins sem mitt eins og Ragnar kom inn á samt við ofanflóðavarnar Nes og Bakkeli þessi skoðun á mitt svona fjölgun keilna í varnarmannvirkjunum og út frá keyslum í nýjustu líkunum. Við vorum þetta mjög góðu fundur með ofanflóðasjóði og Eflu sem er að vinna líkana keyslunar og það er ætlum að nýta okkur tækifærið og keyra líkana keysluna víðar og verður bara áhugavert að sjá en gangurinn er góður í framkvæmdinni og fagnar að sjá hversu vel það gengur með bara upp á næstu vetur og að virknin verði sem fyrst á keilunum eða á þessum börnum. En það var ekki fleiri sem fundagerðum, fleiri kveðsljóðs. Þá byrja þær 2 upp til samþykktar undanskildulið 5 í 898. Það eru saman með 9 atkvæðum. Þá hefur komið beiðni frá Stefán Þór Eysteinssyni um að liður 5 verði sérstaklega tekinn til umfjöllunar og atkvæðagreiðslu og hann fól í sér tillögur sem lögðu fram að hálfu fjarlægstans og stuðningu hjálparstarf og ásamt bókun og síðan var lögð fram bókun meirihluta Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks sem tók undir náttúrulega meginefnið en leið mannúðarsjónarmiðin sem eru mikilvæg í þessu og kannski að það sé þá horft til samræmdra aðgerða á vegum hins opinbera í þessum efnum. Því miður eru margar hörmungar í heiminum í dag og er verulegt áhyggjuefni. Ekki bara eru hörmungar á Gaza, núna standa yfir ekki síður hörmungar í Íran, það sem fer fram lofthernaður þessi dagana. Fer fram að samanskapi náttúrulega þá er svarað tilbaka og það er Ísrael undir. Við erum í Úkraínu, við erum í Jemen og svo fátt eitt sé nefnt. Þannig að það er full ástæða til þess að við hugsum til fólks hvar sem það er í heiminum sem á sárt að binda þessa dagana út af bara hörmungum sem dynja yfir sem eru að mannavöldum því miður ekki að náttúrunarvöldum. En orðið lust þennan lið, Stefán Þór, hér í ráð fyrir, þú viljið koma hérna upp. Já, forseti, vorum aðeins að ræða málin við forsetin. Mér langaði bara aðeins að fá að ræða mál hérna á almennum vettvangi, hérna með ykkur í bæjarstjórn.
Við tókum þetta auðvitað fyrir í bæjarráði og þar sem við komum okkar greinargerð á framfæri og svo þetta var bókun meiri hluta framsóknarmanna og sjálfstæðismanna en ég taldi samt sem áður mikilvægt að við myndum ræða þetta hér inni. Ég bara svona að því ég hef gaman að samþykkt þetta og svona þá örugglega mér meina þessi 32. grein það talað um bæjarfulltrúar séu sjálfstæðir í störfum sínum og þeir eru einungis bundnir á lögum og eigin sannfæringum afstöðu til einstakra mála. Það er ykkur muna það þegar hugsum þetta mál núna þegar við ræðum þetta aðeins að það sé ekki bundin af því sem var ákveðið í bæjarráði. Það svo sem kom skýrt fram hjá forseta í inngangnum. Við vorum með þessa tillögu fjarlistans þar sem við vorum í raun og veru ef ég fæ að lesa hana með leyfi forsetans þar sem við lögðum til að bæjarstjórn Fjarðabyggðar samþykkti að veita 2 milljónir króna í styrk til hjálparsamtaka Vonabrúar til stuðnings mannúðaraðstoðar við íbúa Gaza með sérstakri áherslu á velferð barna og ef ég fæ að lesa rökstyðningi með leyfi forseta þar sögðum við þúsundir barna og þúsundir óbreyttra borgara hafa látist í Gaza frá því að átökin hófust haustið 2023. Alvarleg mannúðarkrísa í gangi þar sem umsátur, hungurvopn og sífelldar loftárásir hafa gert svæðið nánast ólífvænlegt. Börn eru sérstaklega berskjölduð. Þau hafa mist fjölskyldur sínar, heimili og aðgang að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og menntun. Fólk víðum heim finnur til vanmáttar gagnvart þessum hörmungum en stuðningur við mannúðaraðstoð eitt af fáu sem sveitarfélög eins og Fjarðabyggð geta gert og skiptir máli, bæði sem raunveruleg hjálp og táknræn aðgerð. Langanesbyggð samþykkti 15. maí síðastliðinn að veita 1 milljón króna í stuðning hjálparstarf í Gaza þrátt fyrir að íbúar sveitarfélagsins séu einungis 540 talsins. Slík aðgerð skýr siðferðileg afstaða og hvatning til annarra sveitarfélaga. Fjarðabyggð fjölmennara sveitarfélag með tæplega 5.000 íbúa. Með því að veita hjálparsamtökum fjárstuðning getur bæjarfélagi sýnt að það lætur sig varða velferð saklausra borgara, ekki síst barna og stendur vörð grundvallagildi siðmenningar og mannúðar. Með þessari aðgerð getur Fjarðabyggð tekið virkan þátt í samstöðu sveitarfélaga mannréttindi og mannúð á tímum ofbeldis og neyðar. Svo sem eins og eflaust búin að lesa þennan rökstyðning eins og kom fram í máli forseta, þá eru þetta átök víðum heim og eitt af því sem ég hef heilt nefnt í þessu samhengi að við séum þá mögulega að mynda eitthvað svona fordæmi það að við séum að fara að styrkja eða styðja við öll átakasvæði. En það eru þetta ekki þannig að við séum að skapa eitthvað ákveð fordæmi. Ef ég man rétt 2022 þá hafi Fjarðabyggð samþykkt að taka til að mynda móti flóttamönnum frá Úkraínu, allavega að skoða það sem dæmi. Svo hafa önnur sveitarfélög riðið á vaðið og styrkt til að mynda eins og Langanesbyggð hefur gert. Svalbarðshreppur gerði eitthvað svipað gagnvart Úkraínu þar sem veittu fjármuni til Úkraínu. Reykjavík hefur gert svipað hluti, bæði í raun og veru gagnvart Úkraínu og svo líka gagnvart Grænlandi þegar ákveðnar svo náttúruhamfarir riðu yfir, þannig að fordæmin svo sannlega til staðar. Ég held við ættum ekki að rædda að taka ákvörðunum að veita fjármuni sem geta skipt raunverulegu máli inn á svæði eins og Gaza, þar sem við getum í raun og veru stutt við fjölskyldur, við börn. Við erum að tala milljónir manna sem búa við skort á lyfjum, vatni, mat, búa við stanslausan ótta og þetta í raun og veru litum við á sem ákveðin leið fyrir okkur til að sýna samstöðu með Gaza. Það auðvitað, og ég ger ekkert lítið úr því að bókanir stuðning, þær eru mikilvægar, þær eru það svo sannlega. En þessu myndi fylgja raunveruleg aðgerð, peningaleg aðgerð sem að gæti skipt sköpum inn á Gaza. Þannig að ég vill harðlegandi leggja fram tillögu sem er á þá leið að bæjarstjórn Fjarðabyggðar samþykkir að veita 2 milljónir króna styrk til hjálparsamtakana Vonabrúar til stuðnings mannúðaraðstoðar við íbúa Gaza með sérstakri áherslu á velferð barna og felur bæjarráði að gera viðeigandi ráðstafanir í fjárhagsáætlun til að tryggja fjármögnun styrksins. Breytingar til það? Jú, já, breytingar. Treysti þér í forseti. Þannig þá í raun og veru sú breytingartillaga lögð fram og sá rökstuðningur í raun og veru
sem liggur þar fyrir og þá svo væntanlega bara greitt atkvæðum með það, eða ekki? Já, þá hefur þetta lokið málum í bili. Takk. Takk fyrir það, já, sem sagt, tillögur þurfa að berast en bæjarfundur hafa heimildir því að þannig til að gera breytingar tillögur sem eru þegar í dagskrá, svo ég legg skilning í fundarsköp sveitarfélagsins. Það nú, þannig ég ekki að leiða því í gildru. Nei. Já. Þannig að þessi bara þú sendir fundarritara textana breytingartillögin Ragnar Sigurðsson upp við morði. Gjörðu Ragnar. Já, takk fyrir. Ég ætla nú að byrja á því að fara yfir bókun meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í bæjarráði með leyfi forseta og lesa hana hérna upp bókun meirihluta Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Meirihluti Bæjarráðs lýsir djúpum áhyggjum af ástandinu í stríðshrjáðum löndum heimsins og hvetur ríkisstjórn Íslands til að beita sér að festu á alþjóðavettvangi og innan fjölþjóðastofnana til að krefjast tafarlauss vopnahlés, veitingar mannúðaraðstoðar og virðingar fyrir lífi fólks og alþjóðalögum. Eins og allir landsmenn þá fordæmum við morð og árásir á saklausa borgara allan heim og hvetjum stríðandi fylkingar til að leggja niður vopn og semjum frið leið og hugur okkur á samúð með fólki sem líður fyrir stríðsrekstur hvar sem í heiminum. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins taka heilshugar undir þau mannúðarsjónarmið í tillögu fjarðarlistans en telja mikilvægt að ríkisvaldið haldi utan aðgerðir sem þessar á erlendri grundu og þær séu samræmdar milli opinberra aðila. Komi til slíkra aðgerða á vegum opinberra aðila hérlendis þá munu sveitarfélagi taka þátt í þeim á þeim grundvelli. Nú aðeins til að fara yfir þetta er auðvitað getum við held ég öll sem hér minni tekið undir þau sjónarmið sem koma fram bæði í bókunum fjarðarlistans og Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins inn í bæjarráði. Það er varðar þau mannúðarsjónarmið sem koma þar fram. Það eru gríðarlegar hörmungar í heiminum. Við sjáum það á Gaza, við sjáum það á Súdan, Sómalíu og víðar og Úkraínu sem nú svona okkur hvað nærtækast. Og það sem manni finnst auðvitað hvað alvarlegast í þessu auðvitað er stríð alltaf mjög alvarlegt en það er það ástand sem skapast bæði á Gaza og í Sómalíu og Súdan, það er þegar að það gengur erfiðlega að koma hjálpargögnum inn í löndin og það er auðvitað þar er alþjóðasamfélagi klárlega að bregðast. Það er mjög sorglegt að sjá að það sé ekki hægt að koma vatni til saklausra borgara og því miður þá hefur er það ekki nýmæli eins og í Sómalíu að þar séu stríðandi fylkingar að hafa gert mat úr þeim hjálpargögnum sem berast til þess að fjármagna sinn stríðsrekstur og eru auðvitað birtingamynd þeirra hörmungar sem að ganga þarna á og er auðvitað bara mjög alvarlegt og þyngra en tárum takið að fylgjast með þessu og við erum auðvitað bara undirstrika það í okkar bókunum að hvetja til vopnahlés og í rauninni væri auðvitað bara best að vera hægt að semja frið en það er mjög mikilvægt að alþjóðasamfélagið grípi inn í eins og þau geta og séu hvöss með það að það verður að vera hægt að semja vopnahlé til að koma hjálpargögnum inn til borgaranna. Varðandi fjárhagsstyrkin þá getum við ekki tekið undir það þó svo að mann finnur sér það auðvitað skylt og mann langar að veita fjárframlög til slíkra mála en þetta væri hins vegar nýtt fordæmi að fara í bein fjárframlög til utanríkismála sem þessara og það blasir við mér þannig að við erum með utanríkisráðuneyti sem að fer með þennan málaflokk og svo hefur Ísland sem betur fer borgarar þessa lands verið mjög duglegir í því að styðja við
alþjóðastofnanir, hjálparsamtök með beinum fjárframlögum. Og eins hafa fyrirtæki og félagasamtök lagt sér fram það. Og mér finnst það bara talsvert stór ákvörðun að taka ákvörðun það á nokkur samráðs eða umræðu og meðal íbúa Fjarðabyggðar að fara að stíga inn í það að veita bein fjárframlög til þeirra málefna sem að eins og þessa. Það væri nýtt skref að taka og það væri mjög eðlilegt að við værum búin að taka þá umræðu að minnsta kosti meðal íbúa. Þetta er nýtt fordæmi, vissulega höfum við tekið á móti flóttamönnum og við höfum gert það vel og við höfum einbeitt okkur í því sem að hafa eins og kemur fram í okkar bókun hefur verið á þeim grundvelli að það hefur verið samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélag og við höfum tekið þátt í því og myndum ekki skorast undan í því en bæjarsjóður er ekki okkar sjóður, þetta er sjóður íbúana og ég held að þegar við förum og erum í að ræða meðferð opinbers fjár sem þessa þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að við eigum takmarkað fé til skiptana fyrir okkar lögbundnu þjónustu og þó svo við gjarnan myndum vilja setja peninga í allt mögulegt, hvort sem það alþjóðamál eða til félagasamtaka, þá því miður getum við minnstu kosti alltaf gert það bara með takmörkuðum hætti. Við höfum verið að stíga ýmis ný skref hér til þjónustu við íbúana eins og til dæmis varðandi Píetasamtökin og við erum í styrkútlutunum til félagasamtaka sem að starfa hér og við höfum lagt á það áherslu að félagasamtökin séu með starfsemi hér á svæðinu. Þannig að ég held að þegar við ætlum að stíga einhver svona skref þá liggur það fyrir mér þannig að við verðum að sýna þá ábyrgð að taka þetta samtal meðal bæjarbúa því mér finnst það ekki ábyrgt að ég fær að taka hér ákvörðun þó svo ég myndi gjarnan vilja að styrkja félagasamtök, alþjóðasamtök til aðstoðar við þær hörmungar sem að geisa víðsvegar í heiminum. Það væri nýtt skref að taka og þá ég ekki að lýsa neinni skoðun minni á eða leggja mat á þau stríð sem eru í gangi. Þau eru öll alvarleg. Það engu minni alvarlegir hlutir að gerast í Súdan og ég velti því þá fyrir mér hvort að það ætti þá ekki vera í tillögu fjarðalistans að vera með Súdan og Úkraínu þarna innanborðs líka hvort að við værum þá ekki að mismuna löndum en enga síður þá held ég að þessi umræða þurfi miklu dýpri umræðu meðal bæjarfélagsins það hvort að þetta væri rétt skref. Orðið laust undir tillögu fjarðalistans breytingatíma og liðnum. Stefán Þór, vilt þú taka til máls? Gjörðu svo vel. Forseti, aðeins að fara yfir þetta aftur og aðeins að fara yfir þessa punkta sem hafa komið fram varðandi ég svo sem get algjörlega tekið undir þetta varðandi hjálpargögnin. Það er óþolandi sem að gerast með þau hjálpargögn sem verið útvegin á svæði, þau komast ekki eins og inn á svæði og það eitthvað sem verður auðvitað tæklað á stærri vettvanginn hér inni. Aðeins með hina punktana varðandi fordæmin, svo sem það má kannski, ég skil svo sem alveg hvað er að fara með fordæmin sem kannski sveitarfélagi hér hefur sett. Við hefum, svo sannlega tekið með flóttamönnum og gert okkur svona undirbúin undir það að taka á móti flóttamönnum til að mynda frá Úkraínu ef til þess kæmi. Það auðvitað kostar peninga en ég skil svo sem að það sé hægt að gera einhvern ákveðin greinarmun á en ég held samt að önnur sveitarfélög eins og ég fór yfir áðan eru búin að setja ákveðin fordæmi þannig að við svo sem ég veit ekki hvort við getum
svona bent á það sérstaklega að við sem að veita styrki í mannúðaraðstoð þarna á Gaza, að við sem að skuldbinda okkur til að styðja öll þessi stríðsvæði. Í raun og veru við myndum eins og ávallt í öllum mál, við metum öll mál út frá aðstæðum og Gaza, það sem er gerast að Gaza núna er að miklu leyti einstakt bara bæði sögulegu og alþjóðlegu samhengi. Við sjáum fordæmalaust að Sameinuðu þjóðirnar, Rauði krossinn séu að fordæma það sem er að gerast þarna inni á þessu svæði og þetta er auðvitað hræðilegar aðstæður eins og við komum inn á það. Þetta eru margar milljónir manna sem er í raun og veru bara upplifa skort vatni, lyfjum og mat og það er í raun og veru það sem við erum að tala og við höfum brugðist við eins og til að mynda ástæðisátökunum í Úkraínu. Þannig ég er ekki viss sem við getum sett okkur á bak við það að við séum að setja eitthvað fordæmi að styðja alltaf. Þarna væri við í raun og veru bara að styðja við svæði þar sem neyðin er mjög skýr, gögnin eru klárlega óumdeilanleg og þörfin er mikil. Og já, það er svo sem einhvern tímann að segja ágætiskvóta tilvitnun að aðgerðarleysi af ótta við fordæmi er ekki hlutleysi, það er val. Það er val að gera ekki neitt þegar við getum hjálpað. Varðandi peningana og forgangsröðina, við vitum vel að forgangsröðun fjármuna hún er nauðsynleg, við þekkjum það vel. Við erum að tala bara til að setja samingi 2 milljónir af 11 milljarða fjárhagsáætlun. Það er ekki mjög stórt skref fjárhagslega. Til að mynda þá eyðum við töluverðum fjármunum eins og komum inn á í viðburði, ýmsar athafnir, ráðgjöf, almannatengsl, ímynd sveitarfélagsins og maður velti því alveg fyrir sér, ef við höfum efni á þessu getum við þá ekki hlýðra til og hjálpa til við málefni eins og þetta. Þannig já, þetta er svona hluti af þeim punktum sem ég vildi koma inn og aðeins fá að bregðast við og eins og ég segi, það er alltaf hægt að bera þetta saman við önnur svæði og allt það en við þurfum að meta hvert mál fyrir sig og við sjáum það mjög skýrt í fjölmiðlum, hjá Sameinuðu þjóðunum, Rauða krossinum, öðrum hjálparsamtökum að neyðin er gríðarlega mikil inn á Gaza. Þannig að eins og við svo sem bara leggjum til með þessari breytingartillögu okkar, þá vonumst við til að sjáu þetta með okkur augum í þessu. Takk. Það er Stefán, ætla að hafa hvað mann aðeins hljóðs undir þessum lið og aðeins svona þetta er margt að flesta því sem komið hér fram sem þetta hefur verið kannski bara til áreitningar. Fjarðabyggð hefur nokkuð langt skeið verið sveitarfélag sem hefur lýst sig tilbúin til þess að taka við flóttafólki og þá höfum við horft til flóttamanna með þá stöðu. Fá nú þetta skelfilega orðstundum kvótaflóttamenn sem er alveg hræðilegt orðskrýp úr stjórnsýslu af því að það er stigsmunur á því hvort fólk er að leita hælis eða hvort það er flóttamenn og síðan hvort það er kvótaflóttamenn ef ég hef skilið allar þessar skilgreiningar rétt. En það er þannig að Ísland þá er búið skilgreinings að taka á móti. Við riðum á vaðið í eldri Fjarðabyggð og tókum á móti Kosovo-albönum sem voru þá á flótta undan miklum hörmungum í sínu heima héraði og komu hér og tóku hér á móti fjölskyldum sem voru hér búsettar hríð, gátu sem betur fer eins og flest allir flóttamenn þrá að komast heim aftur eðlilega, gátu snúið til síns heimalands að nýju. Við náttúrulega líka staðnættum í hörmungunum í Sýrlandi, það sem geisaði náttúrulega fordæmalaust stríði líka á sínum tíma, það sem efnavopnum var beitt gegn eigin íbúum að landsins að þá tókum við á móti eða lýstum okkur tilbúin til að taka á móti en auðvitað værum við alltaf í þeirri vandræðum þá vorum við í svona húsnæðisskorts vandamálum en enga síður tókum við á móti þá flóttamönnum í tengslum við það verkefni þó við kæmum frá öðru þjóðlandi, Írakar og gerðum það vel. Þetta var allt saman gert í samstarfi náttúrulega ríkis og sveitarfélaga eins og í öllum þessum móttökum því að það er þetta gríðarlegt mikið ábyrgðar efni að taka líka móti fólki frá þessum svæðum sem er að koma til alls kosta nýs menningarheims og að gera það vel fyrir þá. Ég held að við höfum gert það mjög vel. Ég hef þá tilfinningu svona að mestu leita eftir að fara í gegnum þá vinnu hér áður sem bæjarfulltrúi. Og síðan náttúrulega í tengslu Úkraínustríðið þá höfum við og sem alltaf ávallt verið tilbúin til þess að koma til liðs við það í þessari samvinnu ríkis og sveitarfélaga. Og
og það er gríðarlega mikilvægt. Það er líka alveg rétt sem hefur komið fram í máli Stefáns, það er gríðarlega mikilvægt að styðja við hjálparstarf í löndum það sem ríkja hörmungar eins og ríkir á Gaza. Mér finnst það óþægilegt að við leggjum að sömu skapi, en samaskapi mér finnst það óþægilegt að þurfa að leggja einhvern mat á það hvar ríkja mestar hörmungar í heiminum. Það eru bara allt og margar. Eins og Ragnar kom inn á, það eru ótal núna stríðsjóðsvæði og þegar maður sér þetta gerast í sömu viku að þau verðist að bæta í þau stríðsjóðsvæði í þessari viku, þá er það alveg skelfilegt að til þess að hugsa. Aðferðina sem notar á Gaza eru einmitt gott dæmi hvernig stríð eins ömurlegt og það er, að hvernig það er markvisst nýtt, hvernig menn markvisst nýta sér ýmsa hluti í stríðsrekstri og almenna borgara sem ávallt verða fyrir mesta tjónun en ekki þeir sem starta styrjöldinni hverju sinni. Þannig að svo sannarlega er hörmungarnar á Gaza hræðilegar. Ég líka get ekki gleymt allir því sem ég sé að þeim gerst í Jemen á síðustu áratugum á þess að Vesturlöndin hafi rönd við reist þar, að það sem búið að gerast þar, að það er búið að halda upp sleitulausum hernaði á það land mjög lengi. Og svo miklu víðar að þetta er þyngri en tárum taki en aðeins í þessari bókun og þessari umræðu, því að umræðan snýst ekki það að allir hafi ekki skilning á mannúð. Það höfum við sannlega allir, ég hef ekki trúið neinu öðru. Ég held að sé engin Íslendingur sem ekki hafi skilning á þeirri mannúð sem þarf, og að því að við stöndum ekki fram fyrir því að fara á hendur öðrum þjóðum með hervaldi, þá held ég að sé við öll skiljum það. Heldur það hvernig við getum sem best lagt okkar lóð á vogarskálarnar, það skýlir sér, og eins og við komum inn á í okkar bókun í bæjarráði, að þá töldum það mikilvægt að eins og oft hefur gert áður og eins og var gert í tengslu við Úkraínu, þar var ríkisvaldi svona samhæfingar aðili aðgerða. Það er líka afskaplega mikilvægt þegar þú ferð með og við setjum fjármagn til hjálparstarfs sem að vill sjá það skila sér alla leið í það réttu kanala, og ég geri ekki á nokkurn hátt ráð fyrir að þetta fjármagn skili sér ekki þar eins og annars staðar, en það er mjög sterkt þegar ríkisvaldi kemur inn í og þessi samhæft hjá opinberum aðilum hvernig við getum aðstoðað í ástandi eins og þar og annars staðar í heiminum. Og það hefur verið mikill fengur á því að utanríkisráðuneytið sem fer náttúrulega með þessi mál, við hefum getað samhæft okkur sveitarfélögin með þeim hvernig við getum komið að þessu núna, að hvernig við kæmum og hvernig það myndi nýta sem best til þess að léttundum fólki á einhvern hátt. Og ég held að það sé kannski það var svona stóra innleggja okkar líka á þessum fundi að það væri svona hort til þess hvernig það væri og hvernig við getum þá ef að virði ráðstafa því sem best. Ég ætla að óska eftir örstuttu fundarhlé núna og fá að ræða við tillögu flýnda, og það maður á að gera þannig að maður á að óska til hlé en ekki aðeins afgreiðsluna áður göngu til afgreiðslu nema einhverju fleiri vilja tjá sig hvað þessi ljós. Svo er ekki þá ætla ég að fá örstutt hlé og fá að ræða við Stefán og
Já, bæjarfulltrúar og góðir, bæjarstjóri, fengum að taka þér östuðt fundarhlið til þess að ræða eins málin utan fundar eins og heimildi fyrir í bæjarstjórn vegna þess að við höfum verið að ræða hér breytingatillögu sem fjarlistinn lagði fram undir lið 5 sem var tekið til umfjöllunar atkvæðis sem tillaga um stuðning við hjálparstarf á Gaza. Hér hafa komið fram náttúrulega sjónarmið og góðar umræður. Það svo niðurstaða okkar sameiginleg að þessi tillögu verði vísað til umfjöllunar, frekar umfjöllunar og yfirferðar í bæjarráði núna á næsta fundi bæjarráðs sem þá tekur við hlutverki bæjarstjórnar samkvæmt tillögu hér eftir og ég ætla að biðja þá óskatti því að eftir samtal við oddvita ég fá að greiða tillögu að vísa þeim þá þeir sem það samþykkja með þessi skeiðmerki. Það samþykkt með 9 atkvæðum samhljóða. Þar af leiðandi fer þessi liður og breytingatillagan þá inn á næsta fund bæjarráðs. Þá erum við komin næst í fundargerð, þá fundargerðum bæjarráðs lokið, eða búið að ákveða þar og við erum komin í fundargerð skipulags- og framkvæmdar nr. 35. Orðið laust þá fundargerð vill einhvers ljós. Svo virðist ekki vera. Ég ber eftir saðendar til sem hann saðan gefið sem gefið merki. Hún saðend með 9 atkvæðum. Þá erum komin í fundargerð Hafnarstjórnar nr. 327. Áður en ég gef orðið laust hana vill ég óska eftir því að við bæjarstjórn að liður 9 sem uppsetning á flotbryggjum við Suðurbæ í Norðfirði verði tekin hér sérstaklega til umfjöllunar og afgreiðslu og ég fá að víkjafundi þar sem erindið var sent inn þetta af bróða mínum og ég vék við umfjöllun og afgreiðslu hans hamstafundi og óska því að fá að gera slíkt. Sama til mig vanhæfa hér. Einhver sem andmæli því, svo ekki þannig að bæjarstjórn samþykki vanhæfi mitt og þá tökum við fundargerðina fyrir að öðru leyti og síðan mun varaforsti taka við stjórn. Vill einhver þessi hljóð sem fundargerð Hafnarstjórnar nr. 327. Svo virðist ekki vera að þá ber ég fundargerðina upp á undanskildu lið 9. Hún saðend með 9 atkvæðum. Þá ætla ég að biðja Þórdísi Benediktsdóttur að koma hér og taka við stjórn á afgreiðslu liðarins og ég vík úr sal. Kæra bæjarfulltrúar, þá ætlum við að taka fyrir lið nr. 9 uppsetning á flotbryggjum við Suðurbæ í Norðfirði. Einhver sem vil taka sér til máls undir þeim lið? Svo ekki, þá berum við hann upp til samþykktar og hún samþykkt með 9 atkvæðum. 8 atkvæðum. Takk. Og bjóðum hann Jón Björn aftur velkominn. Takk fyrir Þórdís, þetta kemur fyrir að þurfa að taka þetta. Þá næst komin í fundargerð fjölskyldunar nr. 34 og 35. Áður en ég gef orðið laust þær þá hefur Jóhanna Sigfúsdóttir bæjarfulltrúi óskað eftir því eða við bæjarstjórn að taka afstöðu til vanhæfni hennar í liðum 8 og 12 í fundargerð 35 þar sem afgreiða íþróttastyrki. Annars vegar til Vals og hins vegar til KFA þar sem hún gegnir stjórnarstörfum. Hún vék við umfjöllun og afgreiðslu á þessum liðum á fundi fjölskyldunefndar. Einhver sem andmælir því? Svo ekki, þá leiðandi munum við taka þá liði sérstaklega til umfjöllun og afgreiðslu og Jóhanna fær að víkja úr salinn, tökum fundargerðnar auðviti hér fyrir. Núna orðið laust fundargerðnar. Engin kveðis ljós, ég ber þetta saðendar. Það eru saðendar með 9 atkvæðum og þá munum við taka fyrir liði 6.8 og 6.12. Ritari góður. Jóhanna Sigurðardóttir hefur vikið úr sal. Þarna erum að ræða, eins og áður sagði, umsóknir íþróttastyrki sem fjölskyldan útlutar annars vegar til íþróttafélagsins Vals á Reyðarfirði og hins vegar KFA, Knattspyrnufélag Austurlands. Orðið laust þessu liði. Engin kveðis ljós, ég ber það til saðendar. Þeir eru saðendar með 8 atkvæðum. Og Jóhanna má ganga í sala 9. Þá erum við komin næst í fundargerð ungmennaráðs nr. 20 og 21. Orðið laust þær. Engin kveðis ljós, ég ætla að bera eftir saðendar því það saðan gefið skeiðmerki. Það eru saðendar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin næst í fundargerð öldungaráðs nr. 16 og 17. Orðið laust þær, við einhver þessi ljós. Svo virðist ekki verið, ég ber eftir saðendar með 9 atkvæðum.
Þá erum við komin í liðin almenn mál og það er fyrsti liður, það er grenndaráhrif vegna Skorrastaður 3E. Þetta er hér er vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar, afgreiðslu skipulags- og framkvæmdarnefndar á þessari framkvæmd sem er ekki talin hafa grenndaráhrif og þar alveg ekki þarf ekki að fara í grenndarkynningu. Þetta er bygging á íbúðarhúsi við Skorrastaði og sem fær þá lóðanúmerið gerir ráð fyrir 3E. Skorrastað 3 og þetta lóð fær 3E. Orðið er laust þetta. Engin kveður sér ljós, þetta ber til samþykktar. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum að hafa ekki grenndaráhrif og þar leiðandi er afgreiðsla skipulagsframkvæmdar staðfest. Þá er næst hér byggingarleyfi búðar 25, það felur sér breytta notkun. Þetta er hér frá Söfnunarfélags og skipulagsframkvæmdanefnd. Matslýsing og tillaga á vinnslustigi breyting og aðalskipulagi Fjarðabyggðar. Það er sem sagt þetta er þá aðalskipulagsbreyting sem felur sér breytta ákvæði fyrir reit AT 301 á Reyðarfirði sem búður reyna þess að ringar eru heimildi fyrir íbúðir og þjónustu og hlutaréttsins. Orðið er laust þetta. Engin kveðs ljós, ég ber þetta til samþykktar. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin kosningar. Þetta eru kosningar til embætti og ráð til eins árs og það er fyrst kosning forseta bæjarstjórnar til eins árs eða til næsta vors og þetta er ný bæjarstjórn tekur við hið minnsta eftir bæjarstjórnarkosningar á næsta ári og sá sem hér stendur forseta bæjarstjórnar er tilnefndur til setu sem forseta bæjarstjórnar eru fleiri tilnefningar. Orðið er laust þetta. Svo er ekki þá ætla ég að bera þetta þess að þetta sann kemur skemerki. Þetta er sann með 9 atkvæðum. Ég þakka fyrir. Þá er hér kosning fyrst á annars varaforseta bæjarstjórnar sömuleiðis til eins árs og þar er lagður fram tilnefnd eru í þessi embætti. Það er Þórdís Mjöll Bendisdóttir sem fyrsti varaforseti og Hjördís Helga Seljan Þórasdóttir sem annar varaforseti. Bara ég biðst afsökunarstundu. Bara stóða þess í mér bara allt í að rifja upp allt nafnina Hjördísar en sem annar varaforseti. Þær hafa verið varaforstar síðast liðið ár. Eru fleiri tilmynningar. Svo er ekki þá byrjað til samþykkt þess að það kemur skemerki til samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá er næst kosning bæjarráðs til eins árs og tilnefndir til seti bæjarráðar. Það er óbreytt bæjarráður, Ragnar Sigurðsson formaður, Júmbert Hákonarson varaformaður og Stefán Þór Eysteinsson bæjarráðsmaður og varamenn eru náttúrulega aðrir bæjarfulltrúar, aðalbæjarfulltrúar. Fleiri tilnefningar. Svo verðist ekki verið að þá byrja það eftir samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við gott fólk komin í síðasta lið á boðaðri dagskrá sem er sumarleyfi bæjarstjórnar og hér er til að forseta bæjarstjórnar af undir þeim lið sem ég ætla að lesa upp og hún er svo hljóðandi. Lagt til að bæjarstjórn taki sumarfrí í júlí og hluta ágústmánaðar samanber 7. grein samþykktar Fjarðabyggðar og komið saman að nýju eftir sumarfrí 5. 21. ágúst 2025. Einnig er lagt til að bæjarráð verði fæli ákvörðunarvald og fullnaðarregla mála bæjarstjórnar meðan sumarfríi stendur samanber 47. grein samþykktar Fjarðabyggðar. Og eins og áður sagði þá á þessum fundi 20. ágúst sem þá er hér þá samþykkt þessu næsti fundi bæjarstjórnar verður jafnframt lögð fram fundaáætlun fram til áramóta. Orðið laust með stilu. Einhvers ljós í berinn eftir samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá góði bæjarfulltrúar ætla ég að nota tækifærið og óska ykkur góðra stunda í sumarleyfi og náttúrulega óska ykkur hér í lokin að okkur öllum til hamingju með daginn í dag, 9. júní sem er kvenréttindadagurinn. Ætlaði náttúrulega að byrja á því en finnst það hæfi að loka með því sem er náttúrulega mjög merkilegur dagur svo við þekkjum og verðum við hæfi þessi bæjarstjórn undir honum. Við sjáumst hér aftur 21. ágúst á þessum vettvangi en nefndir náttúrulega á bæjarráð taka ekki formleg leyfi, heldur svona haga dagskrásinni eftir fjöldamála og afgreiðsluvald bæjarráðs rennur út eftir 8 vikur og á fyrsta fundi bæjarstjórnar eftir sumarleyfi verður koma þá það er fundagerðir sem þá verða til eftir þann tíma en bæjarráð sér afgreiðslumála á meðan eins og áður segir. Þakka þér fyrir í dag og segi fundi slítið.